Skuldabréfamarkaðurinn sjaldan jafn vinsælt umræðuefni og hlutabréfamarkaðurinn. En ef við förum yfir skuldabréf í grófum dráttum, þá skuldabréf lán sem fjárfestar veita ríki eða fyrirtækjum og almennt talin áhættuminni fjárfesting en hlutabréf. Ég og þú getum annars vegar fjárfest í skuldabréfum í gegnum sjóði og hins vegar í stökum skuldabréfum í gegnum verðbréfaráðgjöf. Þegar kemur á skuldabréfum vextirnir mikilvægir, hvað varðar útgefandann, af því viðkomandi þarf að borga bæði höfuðstólinn og vextina tilbaka. En þeir segja ekki til þá ávöxtun sem við fáum. Þar kemur ávöxtunarkrafan til sögunar. En það sú ávöxtun sem við munum fá ef við eigum bréfið til lokagjaldaga. Segjum að ávöxtunarkrafa á skuldabréfi sé 4% ef þið kaupið bréfið í dag. Þá munið þið fá 4% ávöxtun á peningana ykkar að meðaltali á ári þangað til bréfið komið á lokagjaldaga. En ef þið seljið skuldabréfið fyrir lokagjaldaga þá ræðst ávöxtunin af mismun á kaup- og söluverði og þeim vöxtum sem hafa verið greiddir og þeim sem eru áfallnir. Það sem gott að hafa í huga að það öfugt samband milli ávöxtunarkröfunar og verðsins. Þegar við heyrum að ávöxtunarkrafa sé að hækka, þá verðið að lækka. Þetta getur verið ruglingslegt. Þegar ávöxtunarkrafa á skuldabréfi hefur hækkað og verð lækkað, þá getur verið góður tími til þess að koma inn á skuldabréfamarkaðinn, þar sem verður lág og hægt að tryggja sér hærri ávöxtun til lengri tíma. Skuldabréfin geta því verið góð viðbót til að fá dreifðara eignasafn, af því þannig drögum við úr áhættu.